Kirkjan sem Guð ríkir yfir hlýtur að vera kirkjan þar sem bæði Guð móðir og Guð faðir búa. Við skulum skoða Míka bók, kafla 4, vers 1. En sjá, þeir dagar koma að musterisfjall Drottins stendur óbifanlegt, hæst allra fjalla og gnæfir yfir hæðirnar. Þanga munu þjóðirnar flykkjast og segja, komum. Göngum upp á fjall Drottins, til hús Jakobs Guðs, svo að hann sýni oss við sinn. Guð mun birtast í Síón á síðustu dögum og kenna okkur sannleikann. Og við fáum feta slóð hans, því að frá Síón mun kenning berast og orð Drottins frá Jerúsalem. Í Opinberunarbókinni kafla 19 ritað að Guð ríkir. Hugsið konunga þessa heims. Hvert land hefur sín eigin lög og konungurinn ræður ríkjum eftir þeim lögum. Ætti ekki sömuleiðis lögmálið að vera til þegar Guð, konungur konunga og drottinn drottna, ríkir? Af þessari ástæðu, hvað kenndi hann okkur þegar hann kom til Síónar á síðustu dögum? Guð kenndi öllum íbúum Síónar lög sín. Við skulum sjá hvers konar lög Guð setti með því að fletta upp í Jeremía kafla 31, versi 31. Þeir dagar koma, segir Drottinn, þegar ég geri. Hvað mun hann gera við Ísraelsmenn og Júdamenn? Hann mun gera nýjan sáttmála. Hver mun setja lögin? Guð sagði að hann myndi setja lög sem kallast nýji sáttmálin. Vers 33. Þannig sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessi dagar eru liðnir, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim. Hvað átt við með lögum mínum í fyrra versinu? Guð mun leggja lögmál nýja sáttmálans í huga þeirra, í brjóst og rita það á hjörtu þeirra. Ég verð Guð þeirra og þeir verða líður minn. Enginn mun framar þurfa að kenna landa sínum og bróður og segja, þekki Drottinn. Allir munu þekkja mig, bæði stórir og smáir, segir Drottinn. Ég mun fyrirgefa þeim sekt þeirra og minnist ekki framar syndar þeirra. Hvar mun Guð boða lögmálið á síðustu dögum? Hann mun boða í Síón. Og hvað mun hann gera fyrir fólk sitt sem býr í Síón? Guð sjálfur mun kenna þeim lögmál sitt. Rétt eins og konungar heimsins stjórnar ríki sínu með lögum heimsins stjórnar Guð og ríkir yfir fólki sínu með lögum heiminsins. Biblían útskýrir einkenni þeirra sem fá stjórn Guðs. Þau eru boðin í brúðkaupsveislu lambsins og taka á móti brúðgumannum og brúðinni. Það að segja Kristi sem lambið og eiginkona hans. Þannig eru þeir sem boðið í brúðkaupsveislu lambsins sannarlega blessaðir því þeir eru í ríki Guðs. Þakka þér kærlega fyrir.